Frá Pascal til bremsuklossa. Blaise Pascal er höfundur margra merkilegra uppgötvana í stærðfræði og vísindum. Hann uppgötvaði ansi merkilega staðreynd straumefni. Stundum talað tunnu Pascals en það er tilraun sem við vitum ekki hvort hann gerði en lýsir lögmálinu vel. Tunna full af vatni er lokuð og þétt svo vatn komist hvorki í hana né úr henni nema gegnum hátt rör sem stendur upp úr henni. Ofan í rörið er hellt vatni. Það sem mun gerast er að tunnan gefur sig og springur undan vatnsþrýstingnum. Hvers vegna? Ástæðan fyrir þessu er alls ekki augljós. Þess vegna skulum við ímynda okkur tilraun. Rör er fyllt með vatni og haft U-laga. Í báða enda rörsins eru settir stimplar eða hólkar sem hægt er að ýta ofan í vatnið. Við ýtum nú öðrum stimplinum ofan í vatnið. Hvað gerist? Fyrsti möguleiki sá að orkan dreifist jafnt og þétt rörið og að hinn stimpillinn hreyfist ekkert. Annar möguleiki sá að orkan dreifist rörið en að hinn stimpillinn lyftist örlítið. Þriðji möguleikinn sá að orkan skili sér í gegnum vatnið næstum öll og hinn stimpillinn lyftist upp. Það sem gerist er síðasti möguleikinn. Í stað þess að vatnið þjappist saman eða orkan dreifist með einhverjum hætti vatnið, þá skilar þrýstingurinn, sem orkan er til marks sér í gegnum vatnið svo til óminnkuð. En til að þetta gerist þarf kerfið samt að vera þétt og lokað. Breytum nú tilrauninni. Segjum að við hinn endan á rörinu sé stimpillinn nú 10 sinnum stærri að flatarmáli. Við endurtökum tilraunina. Hvað gerist núna? Það sem gæti gerst er að stóri stimpillinn lyftist jafn mikið og áðan vegna þess að stærðin á honum skiptir ekki máli. Eða vegna þess að stimpillinn er núna 10 sinnum stærri þá lyftist hann 10 sinnum lægra upp. Eða þar sem stimpillinn er 10 sinnum stærri þá lyftist hann 10 sinnum hærra upp. Veltu fyrir þér hvað þú heldur að gerist. Það sem gerist er annar möguleikinn að fyrir hvert sentimetra sem við ýtum stimplinum niður mjóri endan lyftist breiðarendin eða stimpillinn í breiðarendanum upp 1/10 úr sentimetra. Lokað vökvakerfi virkar eiginlega nákvæmlega eins og vogarstöng. Það má margfalda krafta en við það eykst vegalengdin í réttu hlutfalli við margfeldið. Við skulum nú skoða nokkuð dæmi. Ef krafthlutfallið er 1/1 þá skilar kraftur sér óbreyttur gegnum straumefnið. Hér ýtirðu öðrum stimplinum 8 cm niður og þá lyftist hinn 8 cm upp. Ef krafthlutfallið er 1/2 þarf tvöfalda vegalengd til að lyfta tvöfalt þyngra hlassi. Það er að ef þú ýtir 8 cm niður þá lyftist það bara 4 cm upp en það er hægt að láta 2 sinnum meiri þyngd vega salt við miklu léttari þyngd. Ef krafthlutfallið er 1/1000 getur 1000 sinnum minni kraftur virkað 1000 sinnum stærri en vegalengdin er 1000-falt minni. Þannig að fyrir hvern metra sem við myndum þrýsta minni stimplinum niður myndi stóri stimpillinn bara lyftast 1 millimetra. En á móti kemur að hægt vera að lyfta 1000 sinnum meiri þyngd. Dæmi notkun þessa lögmáls eru hemlar á bíl. Þegar þú þrýstir hemlinum á bílgólfinu niður þrýstiru eða togar leið í stimpil í slöngu sem er full af vökva í lokuðu kerfi. Stimpillinn sem þú hreyfist nokkra sentimetra
En á hinum endanum, við bremsurnar, bremsuklossi sem nokkuð stór og hreyfist aðeins örlítið. Og það má eiginlega ímynda sér hann eins og lófa eða hanska sem grípur utan bremsudiskinn þegar þú hemlar. Hemlun krefst mikils krafts og felur í sér mikið viðnám. Þannig hefur kraftur sem annar fóturinn að þær getur auðveldlega framkallað, hann getur dugað til að stöðva hjól sem annars væri útilokað fyrir mann að stöðva þótt hann notaði allt sitt afl. Og við sjáum það ef teknar eru hitamyndir af bíl sem að bremsa, þá sjáum við að hann verður rauðglóandi af hita og öll orkan úr hömluninni í raun og veru kemur bara úr öðrum fætinum. Flugvélar, lyftur og margs konar tæki nota sama lögmál. Án vökvakerfis væri ekki hægt að stýra stórum flugvélum eða vörubílum með nútíma tækni. Og við sjáum á myndinni þarna allar leiðslurnar sem á gröfum og stórum faratækjum. Inn í þessum leiðslum vökvi sem notaður til að hreyfa hérna með tiltölulega litlu afli mjög þunga hluta gröfunar. Þetta byggir á lögmáli Paskals og lögmál Paskals má orða svona: í straumefni í lokuðu kerfi dreifist hver sá kraftur sem beitt á kerfið jafnt allt kerfið. En þetta þýðir samt ekki að kraftur sé allstaðar jafn mikill í kerfinu. Það til dæmis meiri þrýstingur neðst í vökva en efst í honum, vegna þess að þyngd vökvans sem fyrir ofan bætist við. Og þess má geta að mæleiningi fyrir þrýsting Paskal, skrifað PA, stórt P, lítið a. Og við sjáum þarna ef við höfum ílát fullt af vatni að þrýstingurinn efst í ílátinu mun minni en neðst, vegna þess að neðst þá liggur þyngd vatnsins ofan á vatninu sem þar og skapar meiri þrýsting. Það sem þetta þýðir að ef það kemur utanaðkomandi kraftur, einhverjum krafti bætt á kerfið með auknum þrýstingi, til dæmis bara ýtt á ílátið eða stimpill látið þrýstast ofan í það, þá dreifist þessi auka kraftur, þessi auka þrýstingur jafnt allt kerfið. Þannig að þarna þá bætast þessi 5 Pascal af þrýstingi við allstaðar í þessu kerfi. Og það sést best hvað þetta magnað ef maður hefur í huga að með þessu móti má láta mús og fíl vega salt. Setjum fíl á kerfi sem annars í jafnvægi. Hér myndi, án þess að fíllinn sé þarna á stimplinum, þá kerfið í jafnvægi, hvorugur stimpillinn fyrir upp og niður. Setjum nú fílinn ofan á stærri stimpilinn, að þarna myndi hann þrýsta vatninu upp mjórri endan, stimpillinn myndi lyftast þar upp og vatnið myndi fossa út. En bætum núna örlítilli mús á mjóa endan. Þó hún sé ekki þung og krafturinn sem henni fylgir sé ekki mikill, þá dreifist hann allt kerfið og margfaldast. Þannig á hvert svæði í kerfinu sem á stærð við svæði sem músin stendur á, kemur þessi þrýstingur. Og nú vega fíllinn og músin salt. Eini gallinn sá að ef fíllinn myndi hoppa og lenda, að þá myndi músin skjótast upp í loftið. Það eru ýmsar einfaldar tilraunir sem sýna fram á lögmál Paskals. Eins og þekktasta kölluð kafari Descartes eða hinn kartesíski kafari. Hún fer þannig fram að í vatnsflösku settu dropateljari, pennalok, tómatsósubréf eða eitthvað annað sem í loft og loftbóla og flýtur í vatninu. Síðan flaskan kreist og þegar flaskan kreist þá sekkur kafarinn. Ástæðan fyrir þessu sú að inn í pakkanum, í þessu tilfelli, loftbóla sem heldur kafaranum á floti, en þegar flaskan kreist þá eykst þrýstingur í flöskunni og þrýstingurinn dreifist jafnt allt straumefnið, ýtir á plastið í flöskunni og allt sem inn í flöskunni, og við þennan þrýsting þá kreistist kafarinn saman og þegar hann kreistist saman þá minnkar hann að umfangi og þar af leiðandi minnkar flotkrafturinn eins og lögmál Arkímedesar lýsir og við það sekkur kafarinn.
Önnur einföld tilraun felur í sér að 2 sprautur eru festar saman með slöngu. Þar ertu komið með lokað kerfi og ef þú hefur vatn á þessu kerfi þá er þetta búið til einfalda vökvalyftu að þegar þú þrýstir á aðra sprautuna þá opnast hin og ef þú hefur sprauturnar misstórar þá ertu komið með sömu áhrif og er í vökvalyftu.